Já, komið sæl. Það svallloft sem að ræði nú ríkin hjá okkur og ekki að sjá að þetta svallloft mun nú halda velli hjá okkur næstu dagana og það þýðir það að hitatölur norðanlands verða kannski víða nálægt 5 gráðum en sunnanlands kannski 5 gráðum hærri, svona eitthvað 10 plús. En ef við lítum á yfirlitskortið að þá nú talsverður mikil óstöðuleiki hérna í gangi hjá okkur. Við áttum mikið laðarsvæði hérna fyrir austanland og lagða miðinni hérna rétt norðaustur á landinu og hún að valda hvassri norðanátt og talsvert mikilli úrkomu landið norðanvert næsta sólarhringinn en síðan fer hún að draga úr sig á þriðjudaginn, laðin fer svona að grinnast og færist hérna suðausturboginn og á fimmtudeginum að þá fáum við kannski svona smá eins af þessum hæðarík sem yfir Grænlandi inn til okkar og þá léttir nú kannski eitthvað til þá helst landið vestanvert en síðan nú spár að gera ráð fyrir að laðin hérna við Nýfundnalanda hún mun nú vera komin svona í aðalhlutverki á okkur næstu helgi. Ef við lítum á Íslandskortið á morgun að þá lítur það eitthvað svona út. Þessi norðanstrengur sem að verður að færast hérna frá norðausturlandinu yfir á vesturlandið í nótt og á morgun verður hvassast vestanverðslandið og það verður allt hvasst eða hvasst hérna á Vestfjörðum og inn í Breiðafjörð og jafnvel inn á Faxaflóann og þessi fylgir talsvert mikil rigning, sérstaklega hérna norðan til á Vestfjörðum en annars mun nú rigna svona talsvert allt norðanvert landið á morgun og það svalt í veðri hjá okkur, hitatölur víða nálægt 5 stigum og ennþá lægri hérna til fjalla sem þýðir að þessi úrkoma hún mun nú væntanlega breytast í slitu eða snjókomu þegar við komum hérna upp á hálendið. En austan til að þá kemur nú til með að lægja talsvert þegar að svona kemur fram á morgundaginn og allra austast verður væntanlega komin bara fremur hæg breytileg átt og einnig mun nú stytta talsvert upp en sunnan til aftur á móti gert ráð fyrir að það verði þurrt hjá okkur og gæti jafnvel orðið nokkuð bjart og hæstu hitatölur gæti farið upp í kannski 12-13 stig. Nú síðan áfram á þriðjudeginum að þá fer nú laðin komin hérna suðausturlandinu, það verður nú áfram ákveðin norðaustan átt hjá okkur, einhver úrkoma verður hérna landið norðanvert en sunnantil aftur á móti gert ráð fyrir því að það verði áfram bjartviðri og hérna austan til verður vindur svona fremur hægur og einnig nokkuð bjart og á miðvikudeginum svona gert ráð fyrir því að veður sé svona alltaf róast hjá okkur áfram einhver norðanátt en hún orðin svona talsvert hægari áfram verður einhver væta hérna landið norðanvert en í miklu minna mæli og sunnan til gert ráð fyrir því að það verði áfram þurrt og bjart og hitatölur víða nálægt 5-6 gráðum hérna norðan til en kannski 12-13 landið sunnanvert. Og á fimmtudeginum að þá ætlar þessi hæðaríkur aðeins að ná hérna inn á landið til okkar og þá verður nú væntanlega bjartviðri allt vestanverðslandið en gæti nú orðið svona meira skýja hérna austan til og má búast við að það detti inn einhverjar skúraleiðingar svona nokkuð víða. Við skulum þá aðeins fara yfir til Evrópu og þá nú svona fremur þungbúið, það laðarsvæði hérna yfir Skandinavíu og víða skúrir eins yfir Bretlandseyjum og sömuleiðis má nú segja verði hérna blautt við Alpana. Það aftur á móti bjartviðri hérna á Balkanskaganum og hitatölur verða mjög háar hérna sumstaðar og á sömuleiðis má nú segja á Ítalíu þar sem spáð 37 stiga hita í Róm á morgun. Það aftur á móti svona farið að hitatölurnar aðeins farnar að detta niður á Íberíuskaganum á morgun en samt fínasta veður og raun og veru þinn þægilegasti hiti en aftur á móti í Frakklandi gert ráð fyrir að það verði nú frekar óstöðugt loft og víða skúraleiðingar. Nú og síðan ef við förum vestur hafa þá nú hæðarsvæði hérna yfir austurhlutanum og hlýtt og bjart og við sjáum að það 30 stig í New York og 34 í Washington og heiðskýrt eða léttskýjað en skúraleiðingar hérna yfir Flóridaskaganum og við Mexíkóflóann og síðan einhver úrkomusvæði hérna að koma inn á sléttina miklu. En hjá okkur á morgun
norðanátt, hvassast hérna vestanvert landið og gert ráð fyrir að rigni talsvert mikið norðan til. Við segjum þetta gott að vera í kvöld. Verið þið sæl.